Nå skal jeg si en ting, og dette helt ærlig. Du sammen med familien din. Utenom det så vi sammen, vi som her. Jeg glad i dere. Vis dere selv og hele forbanna byen at dette tar vi hjem. Vi enige om det? Og så i dag så skal vi gå av den banen her og vite at vi har ytet 100%, ok? Kom her! Fredrikstad, Eneli høyre kant, Kvisvik venstre kant. Det bra spillere, men ikke veldig arbeidsomme, men de kan av. Heia, heia Start, vi skal seire, vi skal vinne. Heia, heia Start, vi gule, vi svarte. Heia, heia Start, vi skal kjempe til det siste. Heia, heia Start, vi gule, vi svarte. Fløyta går, og starter med i kampen. Spillet glir, og ballen den leken. Stå nå på, om kampen på tampen. Gå på mål, for ballen over streken. Heia, heia Start, vi skal seire, vi skal vinne. Heia, heia Start, vi gule, vi svarte. En foreløpig diagnose på Eneli og klapper for det. La oss håpe det går bra med Fredrikstad kaptein. Da skal vi vise skjer, der det skjer ting også. Tommy Svindal Larsen gir opp ledelsen 1-0. Savi Drama, det helt sykt dette. Heia Start, det klubben i vårt hjerte. Laget som gir styrken som vi trenger. Heia Start, Dårlig mottak av Strømstad. i medgang og i smerte. Alle mann, vi skal vise at vi kan. Heia, heia Start, vi skal seire, vi skal vinne. Heia, heia Start, Utur for dette. vi gule, vi En skåring vil jo endre alt det. Heia, heia Mot Jonsson. Så fyller de på. Hestad. Der virkelig greier. Stefan Bello. Heia, heia Og hvilken utur. Er det mulig? Ikke med meg, dere! Harald Batra har da trådt for den ballast! Rett før pause nå. Da blir denne utligningen desto viktigere. Skyver til Strømstad. Og er det utsatt. Her er det ball. Dårlig mottak. Ja, det liksom sånn 5-10 sekunder. Synd på det nei. Typisk. Spillerne 16 fra 4 stolpepar på 0-2. Skulle vært interessant å være flue på veggen i startgarderoben akkurat i denne pausen. Dere kan sitte her nå, og så synes synd på dere selv, og verden urettferdig, og fire i stanga greier.
Vi har ikke vært bra nok. Dere er paralysert. Dere står og tenker på resultater i andre kamper. Og flytter faen ikke beina. Vi er ikke i nærheten av den standarden vi skal. Dette dreier seg ikke om taktikk. Det dreier seg om å ville ta ut det du har i magen. Dere er gode. Skjønn at dere er gode. Kom her, ja! Helvete, altså. Med sin store far. Fotballegger, hele skolen kjæledegger, stimer fram som dyr makrell. La de komme, la de prøve, skal kjempe som ei løve. Guttene har alt på stell. Stemningen skal stå i taket, for vi har det beste laget. Vi er gule, vi er svarte, 11 mann med beina står. Vi er gule, vi er smarte, smeller ballen rett i mål. Heia Start! Heia Start! Menigheten går fra vettet når de ser et frisparksmette inn i Nordal med et smell. Vinner aldri på ei blemme, vinner borte, vinner hjemme, best i verdens beste spill. Cornerstraffe, lange baller, vi skal synge så det gjelder. Vi er gule, vi er svarte, 11 mann med beina står. Og vi er kule, vi er smarte, smeller ballen rett i mål. Heia Start! Heia Start! Heia, heia Start! Heia Start! 100 år like spreke, som ei ramsalt ny kontrege. Starte laget vi kan li. Fosser fram med vind i ryggen, nye hissige som myggen. Stikker vi så de får sli. Vi skal flå de ut på matta. Vi skal feire hele natta. Vi er gule, vi er svarte. This is my last hurrah. Once I start, I ain't gonna stop till I go too far. Last hurrah, and it's okay. Maybe tomorrow I won't feel this pain. Last hurrah. Last hurrah. This is my last hurrah. This is my last hurrah. I'm done with the drinking. Dette helvete, altså! Drit i konsekvensene! Og så gjør det vi skal ut på her! Hei! Se hit da! Jeg ser inn i 22 resignerte auer! Hvor er gløden? Hvor er engasjementet? Vi har ingenting å tape! Jeg nekter å se på tapere som sitter her og har gitt opp hele dritten! I'm done with the fillers, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa. I hate to leave ya, don't want the pressure. I don't need a lecture. No thank you, honey, God bless ya. I know I've said it all before, but it won't hurt to do it all once more. This is my last hurrah. Once I start, I ain't gonna stop till I go too far. Last hurrah, and it's okay. Maybe tomorrow I won't feel this pain. Last hurrah. Last hurrah.
got the feeling that you got something to say to me, honey. I'm loving whether it's now or it's never. You can talk about the pit, barbecue. The band was jumping, the people too. Mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a steady roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Jæja, Jóni. Já, Þá er dagurinn að byrja. nú byrjaði daginn á því að fara í sturtu. Nú? Já. Og svo í dag þá ætlum við að þessa viku ætlum við að nýta þetta eins og ekki nota þetta frekar í grúppum og með einstaklingum heldur með heila hópnum, öllum hópnum. Það var klikt út síðast. Já, þessar klippur sem við notum úr leiknum. Þannig að við vorum búin að gera nánast það sama eftir hvern einasta leik. Ég held að ég sé ekki neitt óbúslega effektíft núna að gera þetta nákvæmlega sem oft þegar einn leikur eftir og sem að hefur ekki óbúslega mikla þýðingu, sko. Nú færum við okkur hérna upp á aðra hæðina og kíkjum aðeins á skrifstofuaðstöðuna sem hafa hérna upp á þessari hæð. Þar sem að þeir eru búin að setja upp svona byggarskáp og merkja alla veggi og húsgögn og allt í sínum litum með sínum merkja og þetta kemur nú framkvæmdastjórinn og allir róar til leiks og við sjáum hérna þegar við höldum lengra inn ganginn að þeir eru með hægindastólar sem eru merktir inn og svo hérna á ganginum eru 12 til 15 herbergi, ég veit bara ekki eiginlega hvað það eru mörg og ég hef ekki talið og hérna við sjáum þeir að kaffimálin eru merkt þeim og hérna Jóhannes skoðum með sjúkraþjálfarann og þeir eru að fara yfir hvernig staðan á hópnum er og meðan þá er unglinga akademían úti og er að æfa og þeir byrja held ég að hafa 8 á mótnana og eru eitthvað framöndir þannig til að henni koma út og nú er meiningin að við förum yfir í morgunmatinn, við þurfum að fara yfir á hinna hliðina og ég ætla að kíkja aðeins hérna og mynda aðeins yfir völlinn og það sést að þetta er náttúrulega bara frábær völlur, lokaður völlur og 14.500 manns og þannig eru risaskjáir í báðum endum og það er bara allt til alls hérna, það er bara ekkert hægt að segja neitt annað, þetta er bara frábær aðstaða. Hér erum við komin inn í
inn í það sem að morgunverður er framleiddur og hádegisverður. Þeir byrja morgunmat hérna og fara síðan út og æfa. Eða fara síðan fyrst reyndar í gimmið og síðan út að æfa. Og enda svo í að borða hér hádegisverð. Já, nú erum við á leiðinni niður í búningsherbyggi. Við erum að kíkja þar aðeins á smá fund sem að Jóhannes er með og svo í framhaldi af því að þá ætla þeir að syngja fyrir Andra Tryggva. Hann var 20 í gær og þeir hafa það vist fyrir síð að syngja fyrir þá þegar þeir eru afmæli. Gaman að heyra það. Nú síðan í framhald af því að þá ætla þeir að horfa þarna þeir eru búin að sitja á stað Amazing Race. You might be wondering who this strange-looking guy with the eyes that is over there. That's my father actually. He just got a new iPad, so he's so excited that he's filming everything that he sees. Don't be disturbed. He'll probably be in the strength room afterwards and maybe in the stands during the training as well. But that's how it is. Andre, 20 years old yesterday. Never thought you would be so old. Not me either. See that the beard is growing and Yes, almost. yeah, That's yours. almost turning grey as well. So we have to sing. We do an Icelandic. Everybody remembers from the last time. Hann á afmæli í dag, hann á afmæli í dag, hann á afmælan Andri, hann á afmæli í dag. Well done. Andri brought some cake, so we can eat that afterwards. He didn't bake it himself. The game. We're not going to go through any clips together now. We're going to do it a little bit differently. We're going to do it in either small groups or individually throughout the week. We'll see how we do it after the Newton game. But we wanted to be get a little bit of a different effect out of our video meetings from now on. The game itself. Obviously all the chances we missed and what we scored in the end, we talked about after the game about how important that is that we never give up. Expected goals in this game was about 5.3. Against the Arab it was 4.2, something like that. So it says a little bit about how the game was, how many chances. On our own half. We have to stay more compact when we are defending, either high or low. It turned out to be quite an open game, and that's not what we want when we go into the qualification games. We want to control the games, but we want to do it on our terms, either with or without the ball. We don't need to take much risk on our own half in terms of established play. We've seen that throughout the season as well. I don't want a team that just smashes the ball up. That's not what we're talking about. But we are talking about less risk when we get pressed high. That means that the structure in terms of the first balls and the second balls has to be right. We have to be compact there as well and get the structure right in terms of winning the ball and getting out of those tight situations. We have to be disciplined. We have to work, be more precise and more clear when we are going from high pressure to low pressure, which signals when, who is dropping off, how does it look, and those kind of things. So that's going to be the focus in towards a little bit to the next game, but at least in towards the first qualification game. We'll send out the program for the rest of the month and rest of the season today.
You know about the game against Viking on the 14th, 15th, 16th, and the 17th is off. So you can do whatever you want, but you can at least go away and think about other things. Damien obviously going with the national team after the Newcastle game, right, Damien? Yeah, traveling on Sunday, Monday. And then we go into sort of normal week. The first or the last qualification game in the Opus League before we come in is on the 23rd. So that's a Saturday, and then on the following Sunday, we play an internal game, depending on, then we set up a game against the team we're going to play. Okay, and then we go. Já, nú þegar búið að fara yfir framtíðina í boltanum og hvað þeir ætla að gera í sambandi við spilið. Þá ætlar hann að sýna þeim hérna fyrsta hlutan, The Amazing Race, fyrsta af þremur. Þeir eru búin að skipta svona liðin upp í 4 smærri hópa og þau eru öll látin leysa ákveðin atriði. Þau þurfa að fara á milli staðar, milli sponsorana. Og í bankanum sem að styður start þá þurfa þeir að telja peninga og svo er einhver bakari hérna, það þurfa þeir að baka og svo þurfa þeir að vinna þetta í fyrsta hlutanum eitthvað með bolta áður þeir komast af stað. Geta ekki farið af stað og þetta er allt á tíma og liðið sem að vinnur og það fær held ég að með minnir 10.000 Óskar sem að meiningin er að styrkja langveik börn með sem eru þarna á spítalanum í Kristiansand. Sniðugt verkefni. Það er eins og í öllum keppnum að það er náttúrulega ekki neinir sem eru sammála hvað það á að gera og hvernig það á að telja og þannig að það er strax á fyrstu æfingu byrjað að rífa sig hvað og hvernig þeir gera hlutina. Þegar að fundurinn lauk og búið var að horfa á vídeóið þá fóru menn að gera sig klára til að byrja í gymminu þar sem þeir taka 40-20 myndur áður þeir fara síðan út á æfingu. Og þetta er náttúrulega frábær aðstaða þarna eins og virðist vera bara aðstaða hjá þeim. Það er stórt og gott gym þarna með mörgum hlaupabörkum og lyftingarklefum, bara ennþá. Þetta er heldur fín aðstæða hérna. Fín aðstæða hérna? Já, mjög góð. Þeir stækkuðu gymmið bara fyrir stundur. Það er mjög góð. Og meðan þeir eru að pumpa og hita sig upp, þá eru þeir mættir Runni og Jóhannes þarna út. Jóhannes að stilla upp á hendunni og styttist í það að þeir fara að byrja úti.
Það var reyndar svolítið svalt þarna núna. Ég held að sé ekki ná eitthvað 2-3 gráður úti, þannig að menn eru vel dúðaðir og þeir koma til með að byrja til smástund þarna úti. Nú eins og sjá má þá eru markmennirnir komnir út, þeir eru búin að vera út í svolítinn tíma, fóru beint út ekkert inn í gímið og eru þarna með alls konar æfingar sem við komum til með að sjá í bakgrunn. Greinilega mjög þétt sitið á þeim í æfingum. Þá er uppbytun hafin hjá þeim hérna úti núna. Hann er kominn þarna styrktarþjálfarinn og kemur þeim í þann stand sem þarf til þess að takast á við miklar og erfiðar æfingar. Já, í baksýn það má sjá það að restin af þjálfaragenginu er að velta fyrir sér svona hvað þeir séu að fara að gera síðan þegar að starfum eða uppbytun lýkur. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. Já, nú er þessari æfingu alveg að ljúka, það er bara eftir endurheimt og eitthvað svona smávegis. Við sjáum við planið fyrir október 2019 hjá þeim. Það er svona hægt töluvert oft og vel. Nú eftir æfinguna þá förum við hérna inn á fund með þjálfaragenginu sem þeir eru að velta fyrir sér svona ýmsum möguleikum varðandi leikinn á laugardaginn. Og þeir eru svona að velta upp og funda í einhvern tíma og
eru svona að velta fyrir sér hvort að Dagen efter det då. og hvernig þeir eiga að stilla þessu. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your golden embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. Og þá deginum svona að ljúka og Jóhannes búinn að fara í sturtu og gera sig kláran til þess að fara heim og fara í lærdómi með Ylfu. Síðan á deginum 6:30 þá Men med tanke på erum við að fara fullt saman félagarnir det som skjedde før säsongen och allt sånt så är det með eldri borgarráð í Start. 62, kanske 60 poäng i sig själv inte Jóhannes så að boða fullt til galt. þess að fá Man må ju og gå lite útskýra hvað er að gerast þarna í till orten lite sen och og mér sýndir þannig að gera það bara með miklu bravur. gör allt vi kan Þannig för att að få till. það ætti bara miklu lukku hjá þessum eldri bókurum sem eru þarna. Få tomt heller. Vi må lösna upp lite och ha lite ögon emellan och finna på ting som hjälper lite på till humör och sådana ting. Så det ska vi också pröva bak in. Men i forhold till träning och vara fysiskt klara, det är vi säkra på att vi blir. Och det har vi duktiga folk som har kontroll på den biten där. Notoddenkampen bygger vi, det är också en förberedelse. Vi gör... Känn upp med honom här. I Stavanger. Det tänker vi som en elitserien-motstånd på bortebane. I eventuellt tänkt som en situation som en scenario. With a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out for the wind to blow me, take me home the whole way in your direction. Yeah, we both know. Jæja, nú þessum fundi að ljúka og við Jóhann bara bruna beint niður á Kóbú, japanska veitingastað sem við fórum á í lok þessa dags. Fengum okkur að borða, það var alls konar í boði. Þetta svona sushi með öllu, bara kjúklingum og beikoni og öllu. Ylva náttúrulega brjálað að gera hjá henni í alþjóðaviðskiptum. Dagur og lífi Jóa. Já, þetta var bara, eins og ég segi, mjög skemmtilegur og áhugaverður dagur. Og gaman að hafa rúllað í gegnum þetta með sinninu. Hvernig líst það á þennan stað? Ekki fín staður sko, en við erum ekki búin að fá matinn ennþá, þannig að ég veit ekki. Jú, við erum búin að fá forréttið, hvernig líst það á henni? Já. Það er lofa góðu? Já, þetta er lofa góðu. Það var rosalega gott. Ekkilega. Þú ekki sleikið henni? Nei, ertu minn í bíl. Ebba, Já. hvað er þetta? Ég sé það bara. Hvað er þetta? Kata? Hvað sé það? Þetta er svo ófæri. Hvað er glasið mitt? Hvað er glasið mitt? Vaskglasið. Hvað? Viltu ekki bara koma með eitthvað Mac laptop bara? Já, bara
með serverinn og kínu. Það er svona mús og svona stóð hérna svona box einhverja við hliðina fannstu sem við notaði svona gamla Svona var þetta á hægum. Þetta er búið að vera svona í allan dag, hann er búin að vera hérna. Hann kom með mér í vinnuna. Hver afi? Með iPadin. Og svo kom mætturinn í klefa að taka upp hérna strákana, þú veist og... Veitu, voru fólk að skipta upp föt eða eitthvað? Já, ég hún búin að því sko. Upp á fundi skilur var hann mættur hérna að taka upp og við vorum að ræða saman. Ertu að búið til heiminu minn? Já. Svo... Það verður frumsýning. Og hann var brjálæðingjari í alþjóða viðskiptum. Stóð hann líka í eitt hjörnu. Ja, alveg þetta er svona að halda með höndunum. Já, eiginlega. Bara fyrir iPad. Fyrir hérna. Þú getur tekið heim þetta. I fansen står og år og send i alle år. Vi offer det vi har for en skål. For vi vet både du og jeg at fugla nå skal reise seg og sterkere enn før. Her kommer fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Vi er fugla. Både du og jeg og hvordan nå skal reise seg
Etter 4 år i den øverste divisjonen. Og så blir det bråka. De her scenene utgjør seg etter kampen. Lillestrøm-fansen går her løs på sine egne spillere som på vei ned i spillerfløy. Det var det sportslig, og etter kampen så litt så trivelig og leilighet bak Vålerenga-fansen, tror ikke jeg. Vi ser legenden gjenoppstå. Vi ser et bedre LSK. Leder 4-0 med 15 minutter igjen av kampen, men på utrolig vis slutt Start tilbake med hele 3 mål på 6 minutter. For vi vet både du og jeg at fugla nå skal reise seg, og sterkere enn før her kommer fugla. Joey, det hyggelig å lese avisen i dag. Har du kommet over det vi var med på i går? Nei, egentlig ikke. Det tror jeg vil ta noen dager som man helt skjønner hva vi har vært igjennom. Det er en helt sykt opplevelse. Ja, aldri vært med på noe. Vi ligger altså under 4-0. De fleste vil tenke at vi er død og begravet og ferdig er det. Hvordan opplevde de minuttene som ble helt elleville der, og hvor vi plutselig var rett tilbake i Eliteserien? Ja, så det var jo blytunge 70 minutter der. Og så heldig ut. Martin selvfølgelig er jo stor helt med hat-trick og fantastisk bra. Kunnandig, han har jobbet knallbart i denne kampen, så det er litt. Så har vi supportere som støtter oss i tykt og tynt, som har vært med på både oppturer, men også mange tunge nedturer. Det å kunne feire med de i går, det å kunne gi de en sånn opplevelse, hvordan var det å treffe supportere etter kampen? Ja, det var helt fantastisk. Det er sikkert mange som har vært skeptiske til oss gjennom hele sesongen, og alle forventer at vi skal rykke rett opp og alt det der, men de aller mest trofaste, vi har hatt to hele veien og vært med oss både igjen og bort og møtt opp i går, og så er det utrolig gøy å se videoer fra Havis og hjemme og folk som går til og lever i jubler. Det er utrolig gøy å se at vi kan gi glede til så mange folk. Og nå det var et fantastisk bilde av Fedrelandsvenn fotograf på 04, hvor spilleren samler seg og tar en prat og fyrer hverandre opp for å så tilbake. Hva sier du om den spillergruppa, den moralen og den... Altså det at man helt tatt klarer å komme tilbake fra noe sånt, og ikke gir opp? Det er... De båndene som vi har knyttet i løpet av sesongen, det samholdet som har blitt sterkere og sterkere gjennom sesongen, det er fantastisk sterkt. Det har vist også i flere kamper i år at vi evner å skjule kamper og komme sterkt tilbake når vi får et mål imot, eller vi møter etter en av motstand. Så det var jo starten på operasjon, at vi samler seg, og så tok vi derfra. Ja, det er fantastisk. Nå er du gleder deg til å jobbe videre med denne gjengen inn mot Eliteserien 2020? Ja, jeg synes det er så fortjent at det blir på det rekord. Det blir litt spennende å sette i gang igjen. Jeg nesten kunne glede meg eller se frem til at vi starter opp igjen. Vi kommer til ferie for all del, men jeg ser frem til å starte opp igjen og kunne til Så kan vi se frem til møter mot Rosenborg, Vålerenga, Brann og andre store klubber på Sparebanken Sør Arena. Det blir jo ikke Lillestrøm da, de sendte jo vi ned, men for folk i Kristiansand, det engasjement og den entusiasme som var i går, vi kan håpe at dette vekker til livet også noe som gjør at det kan bli virkelig noe å bygge videre på inn mot neste sesong. Ja, vi kan ikke love sånne type opplevelser hver gang vi spiller kamp, men
Men folk skjønner at dette her må vi bygge opp sakte, men sikkert, og første jobben er jo at vi stabiliserer oss i Eliteserien, så kan vi alltid. Vi har jobbet veldig godt i år, stabilt. Vi kan jobbe med kontinuitet og ha alle sesjoner over det jobber vi som tenker å gjøre, men så er det håp at vi får med oss folk og sagt at alle kamper kan ikke bli sånn, men det blir noen kjedelige kamper i landet sannsynligvis, men vi skal jo alltid kamp på å gå i spill en vinnende fotball og starte den engasjementet i tiden. Gratulerer, Joey. Tusen takk. Völlur grær og vetur flýr og vermir sólin grunn. Kem ég heim og hitti þig, verð hjá þér alla stund. Við